Já. Ég komin í upptöku hérna og ég ætla að fara og klára heimaverkefni 4. Þetta var það sem við vorum að gera síðast í heimaverkefni 4 og ég ætla að taka þessa mynd og setja hana inn í Paint. Já, hérna er Paint tilbúið hjá mér og ég ætla að fara í Snipping Tool og ná í þessa mynd hérna. Alla þessa mynd hér og segi hérna Copy, fer inn í Paint og Ctrl+V, Paste hérna. Það sem ég ætla að gera hér að ég ætla að fara í myndina í verkefninu af þessum hérna, hliðum. Ég ætla að ná í þessa rás hérna með norðhliðunum. Og þá fer ég í Snipping Tool aftur og fer hérna New og næ í Involvesið hérna. Svo það ég að gera smá tilfæringar sem sagt í lokin. Já, ég segi hérna Copy á þetta, fer inn í Paint og kannski ég fái hérna aðeins stærra pláss hér, svo ég geti fært þetta hérna yfir til þess að vinna þetta aðeins betur. Ég ætla að sjá hvort að það sleppur hérna hjá mér að setja þetta hérna yfir. Já, það er svona sleppur. Það er eins að færa þetta með músinni. Já, það sleppur svona. Allar tengingar verðast vera réttar. Ég fæ hérna, svo hérna lími ég aftur hérna norð og nú þarf ég bara að breyta hérna aðeins til. Hérna höfum við þá neðri ysirásina tilbúna og þessi ysirás, hún hérna í verkefninu og hún heitir 4001 og það er sem sagt með norðhliðunum. Þá skrifum við hérna 4001, ég sé 4001. Hérna, ég sé 4001. Það er típan á henni. Setja hérna inn í. Og kannski líka hérna niðri. Sjá hvað tegund þetta er. Copy, paste. Ok. Það er þetta hérna með músinni svona öðrutökunum segja. Það er 4001. Þetta er norð. Og þá þegar ég útbý, þá þetta hérna, þessi hluti hér þá orðþátturinn. Það fari hérna í Transparent Selection, svo að ég skemmi ekki neitt þegar ég fer með þetta. Til þess að búa til orð með norðhliðum, þá sjáum við að þetta norð hérna og það neitun á því. Ég þarf að upphefja neitunina og þá bæti ég við einni neitun fyrir aftan og þá ég búinn að fá aftur bara venjulegt orð.
tvær neitanir í röð og þá er ég komið með grunnvirknina OR. Þannig að þetta hérna, þá ætti ég kannski bara að færa líka skipta út, sko við erum með not, það er áfram hér, það er bara eitt NOR-hlið og bý til not með því að tengja saman hér og það er hér. En AND færist hins vegar, til aðeins að færa þetta til, AND er nefnilega komið núna hérna niður, en OR er komið hérna á þennan stað. Þetta hérna er OR. Þannig að þetta eru samskonar tengingar, en það er bara að búa til öðruvísi virkni. AND-virknin er hins vegar þannig að við tengjum saman hérna, búum til neitun hér og neitun hér fyrir framan hlið inn á innganga, sem sagt neitun hérna inn á innganga og svo er útgangur líka neitaður. Þá erum við búin að búa til AND-virkni og þá er það þessi tafla hér sem á við neðri hlutan. Og þá er ég búið með þennan lið hér. Ok. Egill, sammála því? Já. Þá er þetta komið. Þá get ég í sjálfu sér, þá get ég hérna minkað þetta aftur niður, því það er ekki svona stórt pláss fyrir myndina. Og þá segi ég bara velja allt saman, Ctrl A og svo Ctrl C til þess að ná allri þessari mynd. Og síðan fer ég með hana inn í verkefnið, kannski undir þessa mynd hérna og paste hérna. Þá fæ ég þetta inn í verkefnið. Og þið kannski voruð ekki búnir að gera þessa mynd hérna, ég veit ekki, en þetta er svona fljótlegasta aðferðin til þess að breyta þessari mynd hérna yfir í, sem sagt, frá því að nota NAND-hlið, en sjáum munin á þessu. Við búum til AND hérna með því að bæta við neitun. Hérna er sem sagt, NAND og ég bý til AND-virkni með því að upphefja neituna. Það eru tvær neitanir hérna í röð. Sem sagt, þetta er sem sagt, búið til sem NOT-hlið, því ég er búið að tengja saman inngangana. Þá er neitun í viðbót, svo að ég upphef þessa neitun sem er á NAND-hliðinu. Þannig ég komi með í heildina bara AND-virkni, bara eins og grunnhliðið væri hérna eingöngu eitt og hér notað. Og þá er það AND-virknin hún hér. En OR-virknin með NAND-hliðum, þá þarf ég að hafa tvær neitanir og fyrir framan þetta hlið hérna og svo er neitun á útganginum hér. Þannig að þá er ég komin með OR-virkni með NAND-hliðum og þá þarf ég að nota 3 NAND-hlið í þetta. Og það er gott að geta skrifa þetta líka upp, spurning hvort við höfum nógan tíma til þess, af því að ég ætla að klára líka síðasta hlutan. Við sjáum til hvort að við höfum nægan tíma í það, ef við höfum tíma eftir, þá ger ég það. En við vorum að klára þetta hérna og þá er bara að tengja þessa hérna laust inn á þessa mynd hérna, fyrir neðan. Þessi mynd hérna, ég tek hana bara í Paint og ég er bara aðeins að vista þetta hérna sem NOR grunnhlið, file, save as. Og fer þá hérna í File og New og ég ætla að ná í þessar tvær myndir, ég ætla að stækka flötinn hérna sem ég hef að ráða og fer hérna ná í þessa mynd hérna fyrst. Svona, segi copy hérna, yfir í Paint. Hef hana hérna til hliðar, til hliðsjónar. Svona. Og síðan næ ég hina myndina. Hún er hérna fyrir neðan. Næ ég þessa mynd hérna.
Svona, hún svo ólík öllu hinu að ég þarf að ná í hana. Copy inn í Paint. Þá ég tilbúinn til þess að tengja upp á tilraunabrettinu þessar ISI-rásir. Og auðvitað gæti ég búið til prentplötu til þess að tengja þetta saman líka. En þetta eru bara 2 ISI-rásir sem ég þarf að nota og ef ég tengi þetta upp á tilraunabretti þá hef ég sem sagt plusslínu og mínuslínu. Ég get haft það náttúrulega hlið við hlið, það allt í lagi líka. En ég ætla bara að prófa að setja þetta upp svona. Ég ætla að setja hérna línur fyrir plusinn, ég ætla að tengja spennugjafann fyrst inn á. Þá fá línuna beina og nú ennþá línan valin og ég ætla að hafa sem sagt það hérna rauða línu og svo hérna 14 fyrir upp í plus líka. Ég ætla að tengja spennugjafanspennuna hérna og hér ætla ég að tengja líka neðri spennugjafann með rauðri línu af því með rauðan í plusinni í bendlinum og svo plusinn á ISI-rásinni hérna, rauðan líka. Svo ég ætla að breyta yfir í svartan lit hérna fyrir mínusinn. Svona. Og 7 niður í mínus. Og ég set 7 niður í mínus hérna líka. Og ég set mínusinn á spennugjafanum hérna niður. Já, núna þarf ég bara að pæla hvar ætla ég að setja A, hvaða hlið inn í ISI-rásin. Nú erum við með 3 innganga norðhlið hérna og það uppi staðan í þessari rás hérna. Hér, hvað þetta hérna fyrsta? Þetta bara, býtum við. Ég ekkert að sýna þetta, býtum við? Ég ekki að deila skjánum? Jú. Já, það að deila honum. Ég að deila honum. Ég bara sé ekki rauða ramman. Þið sjáu hann? Ok, það gott. Ein spurning, á neðri línuna á ekki önnur línan að vera rauð og hin svört? Jú, ég hef hérna smellt á hérna óvart. Já, ég þarf að gera hana aftur hérna. Og fara hérna í, já, ég ætla að hafa þetta svona. Ég valdi svarta litinn áður, meðan þessi var valinn, þá breyttist það sjálfur. Þá ætla ég að, sem sagt, þetta hérna þá neitun. Ég bara að velta fyrir mér hvort þetta örugglega að fara inn á upptökuna. Þessi rammi hérna. En það verður að koma í ljós. Allavega hide share options, nei, ég held sé í lagi. Rauðin rammin ekkert á skjánum hjá þeim, þannig að það spurning hvað í gangi hérna. En hérna, ég ætla kannski bara til öryggis að fara úr rammanum og fara í hann aftur. Þið sjáið hann örugglega, það ekki? Já. Ég ætla bara rétt að fara úr honum, það getur verið að upptakan sé þá ekki í lagi, ég veit það ekki. Bara prófa þetta og fara aftur inn í hann. Fer inn á, það var skrín 1. Nú fæ ég hérna rauða ramman. Aftur inn. Þannig að þetta hérna, þessi hluti hér allavega sé pottþétt inn á upptökunni. Og það sjá hérna, ok. Og ég hugsa að þá fer ég aftur yfir í Paint og ég ætla að búa til neitun hérna, byrja bara að nota þetta hlið hérna. Og tengi ég þetta hérna saman, set bara hérna svartan lit á þetta, segi hérna þá A. Merki við hér A. Já, að stækka það aðeins. Já, þetta A, sjáu þetta kannski betur svona. Og kannski að fá hérna alla þessa, sem sagt, það oft
staðar eða hvað, nei, það er þá vantar þá B, þetta er þá 9, ég ætla að setja þetta yfir í 12 eða eitthvað stærra. Þetta stærra. Það er bara 14. Það setja A-ið aftur. Og já, það er, það er já, það eru þessi stafir og síðan er Y. Svona. Ok, svona. Svona, þá er ég með nógu mikið stöfum í þessu. Og ég færa þarna A-ið á sinn stað. Tek þetta hérna, stærra A-ið. Copy, paste. Og þá fer það hérna á sinn stað. Þetta er þá A og út frá því þá ætlum ég að tengja útganginn inn á fyrsta innganginn hérna næsta hliði. Ok, næsta hlið er, já, ég þarf eiginlega að fara þá frá þessum hérna með línu og fara hérna áfram og inn á inngang. Já, heyrðu, hann er hérna. Þetta er þessi inngangur hér. Það er reyndar neðsti, það gerir ekki til. Á hliðinu sjálfu, skiptir ekki nokkru máli. Fer með þið inn á þennan inngang hérna, inn á pinna 8. Sjáðu, þetta er inngangur inn á þetta hlið hér. Og hinir tveir inngangur eru B og C. Þá athugið hvert fara þeir fara hingað. Þá segi ég að þetta hérna, þá fer ég í að ná í select hérna, næ í B, paste, færi það á sin stað, B og C, paste, það inn á þennan stað hér. B og C og ég passa mig á því að vera með þess að transparent selection svo ég var ekki að setja yfir einhverja línu hérna, þurrka út einhverja línu óvart. Og þá er ég búinn að tengja þetta inn á þetta og merkja inngangana hér. Útgangurinn á þessu hérna, hann verður bara að fara hérna yfir einhver staðar. Hann fer yfir og á næsta hlið sem að getur verið, það fer inn á 2 innganga. Ok. Það er bara að spá í hvernig er best fyrir mig að hafa þetta svo ég sé að þera sem minnst. Spurning hvort ég læt þetta vera, já. Ég kom með þessi 2 hlið hérna og þá er kannski spurning hvort ég nota þessi 2 hlið fyrir tengi saman þetta hér og tek hérna inn á A og B hérna og tengi svo inn á þetta hér. Já, ég ætla ég hugsa ég á eftir að þá fari ég hérna inn á 5-una. 5 fjarkan á 5-una. Ég ætla að fá hérna línu, tengi saman hérna fjarkan og 5-una og þá væri sem sagt 6-an, það væri Y-ið, skiljiði. Ég ætla að fá línu áfram hérna og hérna út fyrir hérna og fer hérna upp. Svona og hérna út í hérna. Svona. Þannig að það sem að ég geri
líka, það að gera að merkja líka hvað ég búinn að nota hérna og hvað hvað. Þannig að þegar ég komin þetta langt, þá ágætt að fara að merkja það. Hérna ég með y, já ég þarf bara það einu sinni, þannig að ég ætla að færa það á sinn stað. Þetta endanlegi útgangurinn sem ég með þessu. Y hérna, svona. Þannig að hérna myndi ég skrifa og setja bara þá litla stafi á það. 9 kannski dugar. Það 11, 12, 13 og 11, 12, 13 hérna, 11, 12, 13 og útgangurinn var 10. Ok, byrja á því. Sjáum við hvað þetta hérna þetta að koma þá hérna. Þetta inngangur 11. Þetta inngangur 12. Og svo inngangur 13 og svo inngangur 10, útgangur 10. Útgangur 10 þá hérna. Þetta fór inn á útgangur 10 hérna, hann fór inn á 8. Ok. Þá ætlum ég að velja hérna, fór inn á 8, svo fór inn á 4 og 5, 4 og 5 og 6-an útgangurinn, já, býtum við, já, 9-an, já, býtum við, 10-an fór inn á 9-na, já, 9-an var útgangurinn, það var 9-na hérna, 9-na og þá get ég merkt að 6-an útgangurinn, já, þá ætlum ég að fara að merkja þetta hvað. B og C, býtum nú við, 10-an fór inn á 8-una. Það þetta hérna. Það þá 8-an hérna. Fór inn á 8-una. 8-an hérna. Og B 1 og 2, ok. Það að merkja það inn á. Það þá 1 og 2. Og þá ég það. Já, hvað ég gera hérna svona. Og 2. Hér 2. Ég veit alveg hvað þetta fer inn á. Og útgangurinn 9. Nían fer svo inn á 4 og 5. 4 og 5. Það bara eftir að gera línur hérna aðeins. Geturðu stækka myndina hjá þér? Já, ég hugsa að ég geti það. Það bara spurning hvort að ég sjá, þetta við. Og hérna 6-an útgangurinn. Hvað síðasti? Það þristurinn, já. Já, býtum við. Það þá
svona. 16 er útgangurinn og maður bara spáði hvort ég næ hérna, var ég komið með þristinn hérna. Nei. Sérðu þetta svona? Sko, ég á eftir að tengja inn á þetta hérna. Ég held ég verið að minnka þetta aftur. Var það þetta sem við vantaði kannski, til að byrja með? Já, Geturðu tekið mynd af þessu aðeins? í aðeins. Já, Ok, komið. komið, já, flott er. Þannig að ég hérna svo, og kannski, þú hefur þennan hluta hérna, en ég á eftir að klára þetta. Ég ætla bara rétt að klára þetta fyrst. Ég held að það sé vissara. Og þannig að þá er ég á eftir að hérna, tengja upp neðri hlutan. Ég er að velja hvað er sé, þetta getur verið sé. Og þá kemur þetta inn á áttuna hérna. Ok, segjum að þetta hérna sé sé. Það er lína hérna. Sé og hérna. Það er hérna. Og það er 11, 12, 13 og það er þetta hérna, 11, 12, 13 og svo A og B, sko þetta hérna, útgangurinn hér, kemur alveg eins og við vorum með þarna uppi á pinna 8. Svona. Innganginn þar, svona. Svo að hérna, þá fer A og B inn á þetta hérna. Það er A, B, og þetta hérna A annars vegar og B hins vegar. A og B og síðan er 9, það er þá þessi hérna, það fer inn á, hún fer þá hérna, ég ætla að fá hérna þá línu, kannski einhvern veginn öðru svo litinn, því ég þarf að þvera hérna, hún fer inn á síðasta innganginn hér, sem að er þessi hérna. 3. Ok, hvað er þetta? Svona. Og hérna, þannig að þá á ég bara eftir að sýna hvernig ég geng frá ónotuðum inngöngum. Þá fæ ég hérna, tengi ég, þetta hlið hérna er ekki notað, þannig að inngangarnir þeir þurfa að tengjast í spennugjafspennu. Svona, það er 3, 4 og 5 verða að tengjast hérna í spennugjafspennu. Og 6 er ótengt af því að það er útgangur. Og þá er bara, ef ég myndi reyna að merkja númerinn inn á þetta, hvað ég er að nota í þessu. Þá er mér hérna með pinna 1, 2, 3, 4, ekki 7, ég er með 8, nei ég er ekki notað þetta, 9, 10, 11, 12 og sennilega 13 líka, svona, já, þannig að ég er með pinna 3 hérna, þessum sjá,
3, hann er notaður hér, kemur inn á 3, hérna í efri IC-rásinni, frá þessari hérna, frá pinna 9. Hérna, frá pinna 9. Og það er útgangur hér og A og B, A er 1. A er með pinna 1 hérna og pinni 2 er B. Og síðan er pinni 3, þetta er 8. Það er síðasti inngangurinn á þessu. Þá setjum ég hann hérna. 1, 2 og 8. Þessari IC-rási. Hérna. Og þá vantar mig bara að merkja þetta sem ég tengdi saman hérna. Það er 11, 12 og 13. Og þá er 11 bara hérna. 12 er svo næst. Og 13 er hérna neðst. Þá held ég að það séu allir pinnar merktir hvernig ég tengi þetta saman. Og svo er ég búinn að tengja þetta með línum saman hérna. En að stækka þetta eins. Já, nú ætlum ég að stækka þetta. Þessi, viltu ekki fá mynd af þessu hérna fyrst? Ég er búinn að teikna þetta. Þú ert búinn að teikna þetta og þetta hérna líka? Já, ég vildi bara fá myndina af hliðunum. Já, hliðunum, einmitt. Fá alla þessa hérna mynd, já. Þarna er öll rásin sem sagt þessi sýnt hvaða innganga við erum að nota. Og hvar við tengjum A, B og C inn. Og já, ég get þurrkað þetta hérna út, þetta er ekki lengur neitt inn í verkefninu. Þannig að þá er bara fyrir ykkur að fara með þetta inn í Word-skjalið þar sem að verkefnið er og líma þessar myndir þar inn. Getur aðeins farið vinstra megin á myndin á vinstra megin? Á þessa hérna? Já, og niður. Ok, og síðan niður. Svona? Já, ok, já, það er allt komið. Það er allt komið. Takk. Ok. Þá ætlum ég að minnka þetta aftur hérna niður í eðlilega stærð. Og þá er hægt að fara hérna í Select og taka þessa mynd hérna. Skal ég setja hann inn á verkefnið. Copy. Já, að þá kemur myndin hérna. Þið getur náttúrulega sett þetta í staðinn og síðan fyrir hina myndina þá er hún hérna. Myndið fá þetta svona. Og svo svona.
og fá eina myndina hérna fyrir neðan. Já, hún fer alveg niður á. Ok, það er spurning hvort það er. Það er bara minnka hana örlítið. Þess að fá hann hérna. Inn á sömu síðu. Aðeins að minnka þetta. Já, þá lítur þetta svona út í verkefninu. Og þá erum við bráðum að verða búin með tíman, eða ekki? Hann er löngu búinn. Ha? Nei, ég er að tjóka. Er það ekki búinn korter yfir? Jú, ég held að sé búinn korter yfir, já. Þannig að það eru 4 mínútur sem við erum búin að fara fram yfir tíman. Af því að það er smá kaffi. Það er korter, er ekki, já, það er, næsti tími byrjar 10:35, er það ekki? Já. Og ég þarf bara rétt að tékka á því ef ég á að merkja inn á hérna. En allavega að þá held ég, já, ég ætla að loka bara upptökunni þegar verkefnið er búið. Stop recording.